Þessi þáttur er gerður í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ. Hafnarfjörður er fallegu bær frá náttúrunnar hendi. Við ætlum að rölta á milli garða næsta hálftíman og svo mikið er víst að eftirtektarverðir garðar eru svo að segja við hvert fótmál. Hafnarfjarðarbær hefur samþykkt umhverfis- og auðlindastefnu. Markmiðið er að tryggja öllum íbúum bæjarins heilnæmt og öruggt umhverfi til lífs, leiks og starfs og taka á tillit til þessara stefnumótunar í allri starfsemi bæjarfélagsins. Garðarnir sem við skoðum eru margt ólíkir, en líkt með þeim er að eigendurnir hafa lagt mikla vinnu og alúð í þá og uppskorið viðurkenningar bæjarins, sem sagt bæjarbúa. Við skoðum 3 garða í einkaeigum og svo sjálfan skrúðgarð bæjarbúa Hellisgerði. Kynnum okkur umhverfis- og auðlindastefnuna og mælum okkur mót við bæjarstjóran í Hellisgerði hvar annars staðar. Þetta er Hellisgerði, helsti skrúðgarður Hafnarfjarðar, sem nálgast 100 ára afmæli eftir 3 ár. Hraunið og náttúrulegt landslag gerir það að verkum að maður getur ekki annað en heillast. Formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs segir að Hellisgerði sé á margan hátt stolt bæjarbúa. Já, og við eigum nú flest góða minningar frá því að koma hérna í garðin sem krakkar. Þá var bara til síðis að koma með teppi og nesti og svona þessi staður á svona sitt pláss í hjarta Hafnfirðinga. Hellisgerði var vígt á Jónsmessu 1923 og fyrstu trjáplönturnar voru gróðursettar í maí 1924. Það stytti sem sagt í heilmikið afmælisár. Já, við erum búin að vera með starfshóp í gangi og við samþykktum í bæjarstjórn fyrir 2 árum áætlun það að gera garðinn að safni. Þá förum við að sinna líka menningarlega hlutverki garðsins. Segjum söguna, þannig að fólk kemur hérna og getur lært sögu garðsins og við höfum mjög mikinn áhuga á því að þetta verða veruleika og svona ýmsar endurbætur sem sagt við höfum huga á að fara í og sýna garðinum þann sóma sem hann á skilið á 100 ára afmælinu. Það er markmiðið. Hafnarfjarðarbær, hann samþykkti nýverið umhverfis- og auðlindastefnu. Hver er rauði þráðurinn þar? Sko við viljum bæta umgengni við náttúruna og hugað sjálfbærni. Við erum fyrsta sveitarfélagi sem kolefnisjafnar starfsemi bæjarins. Við höfum mikinn áhuga á að tryggja vatnsvernd. Við viljum fegra bæinn meira og stuðla að vistvænum samgöngum. Þetta eru þessi stóru yfirmarkmið í umhverfis- og auðlindastefnu. Og við höfum ákveðið að í hverju mánuði þá tökum við aðgerðaáætlun á dagskrá í ráðinu og erum bara, þetta er lifandi plagg sem við erum að vinna með. Og mjakast bara ágætlega og við erum til dæmis að fara í haust að skoða hvað við getum gert betur til þess að fólk er auðveldara með að hjóla og ganga innanbæjar. Og það er svona stígamál og við erum að veita viðurkenningar fyrir fallega garða. Og það eru af nóg að taka. Við viljum náttúrulega minnka sóun. Það er nóg af verkefnum þarna. Er þá markmiðið að vera framalega í sjálfbærni og umhverfismálum? Að sjálfsögðu og við höfum áhuga á til dæmis, við förum inn í grunnskólana og viljum aðstoða við það að minnka matarsóun. Það er nú eitt verkefni. Og örplastið, við erum búin að láta mæla það í fráveitukerfinu hjá okkur. Þar höfum við mikinn áhuga á að taka til hendi en lagagrunnurinn er ekki kominn, þannig að við erum svona kannski aðeins á undan löggjafanum þar en sannarlega þá erum við með stór markmið. En hvað með aukna endurvinnslu og svo framvegis? Við erum að vinna með skólunum og öllum okkar stofnunum að því að bæta flokkun og bæta þar í. En stærstu skrefin er að reyna að minnka magnið. Það er eiginlega stóra verkefnið. Og taka einnota plastið í burtu, við erum ekki komin þangað en það er eitt af því sem við höfum áhuga á að gera. En svo sannarlega gætum við öll tekið til hjá okkur og keypt minna plast, nota minna af fötum, hent minna af mat og þetta myndi hjálpa mikið. Við kveðjum Helgu og höldum á vit nýrra ævintýra, verðlaunagarða.
Þetta Suðurgata 9 í Hafnarfirði og hérna búa þau Ýr Káradóttir og Antoni Baki Galúpó. Garðurinn þeirra hefur vakið mikla athygli enda á áberandi stað við hliðina á Gúttó og það sem meira þau hafa tekið bakgarðinn þar í fóstur. Hérna það hugvitið og hönnunin sem svo áberandi. Þetta persónulegu garður listahjónanna. Þau keyptu húsið fyrir 7 árum síðan og þá var aðeins ein birkihrísla í garðinum. Punktur. Þetta íverustaður fjölskyldunar og við eyðum ótrúlega miklum tíma, bæði í raun og veru á sumrin og veturna. Og ég var að grínast við það með manni minn að í fyrra var náttúrulega svo gott veður hjá okkur. Að sumarið bara leið og við vorum í garðinum allt sumarið. Það ferðumst eiginlega ekkert landið. Þannig að við mættum ekki gleyma því í ár að fara út úr garðinum. En já, svo höfum við verið að bæta við grænmetiskössum, erum í jarðaber á nokkrum stöðum og svona ýmislegt. Þannig að gaman að vera með krakkana með sér í því nefnilega. Ég tek eftir að þið eru með ansi marga potta sem þið getið þá í raun og veru bara svona fært til, þannig að garðurinn hann breytist jafnvel dag frá degi. Já, það hægt að breyta honum einmitt, færa til þessa potta og hann breytist líka frá ári til árs. Það má alveg sjá á gamlu myndum að við höfum aðeins breytt uppsetningunni og það koma nýjar plöntur og nýjar staði og svona. Þannig að það svolítið skemmtilegt að geta nefnilega breytt þessu. Þannig að þetta líka svolítið óvenjulegt. Þetta ekki gert mikið á Íslandi, skilst okkur, en ég held að þetta séu svolítið áhrif frá Kaliforníu. Án þess að ég hefi nokkuð pælt í því fyrir að bara fólk hefur verið að minna staða við okkur. Að þetta sé þeim finnst svolítið skrítið en samt flott að sjá tré í stórum pottum og þetta lifir. Þannig að það var það sem ég hefði mestar áhyggjur af, hvernig þetta myndi dafna í raun og veru. En það hefur bara gengið mjög vel. Í garðinum eru vinnustofur þessa skapandi Hafnfirðinga og það greinilegt að hugsað fyrir því að fólk eigi að líða vel í garðinum. Antoni segir að garðurinn sé að verða eins og þau hugsuðu hann í upphafi. Yes, it is. It actually, we started this 7 years ago, and obviously I've been slowly moving over. And I think what's been fun about this is me being from California. I didn't know anything I was doing in the beginning, so I've had to try a lot of different types of varieties and plants and trees that we wouldn't know if it would grow or not. And yeah, luckily, even though we're close to the sea. Obviously I'm doing something right because it really loves it here and it's growing really fast actually. So, and yeah, people seem to enjoy coming and who knows, maybe one day we'll make it into a little botanical garden. What about the seasons? This is not just a summer garden. No, but when we were planning this out, I think a lot of our neighbors and people coming by thought I was crazy because we were doing this and starting it in the winter time. And I've learned one thing living here is that you kind of can't wait for the next day to be better weather. And so there's this, the saying, Áfram með smjörið. I really love that saying because it's especially in English, it's so funny, but it means so much to me. And it's kind of what I've learned about, working outside and even just doing a garden here is that you never know what you're going to get and you never know what tomorrow's going to bring. So it's always, yeah, there's a lot of metaphors in life too. Undirlagið mjög erfitt. Það bara möl og grjót og já, bara hnullungar hérna undir garðinum. Þannig að þetta búið að vera pínu svona, já, má segja blóð, svit og tár að grafa fyrir öllum þessum beðum. Það var afi lánað okkur haka sem við höfum notað mjög mikið og hann sagði við okkur núna í sumar að við mættum bara eiga hakan. Því að við erum búin að vera meira og minna með hann síðustu árin. Þannig að þetta hefur svolítið verið þannig að það hefur komið kannski 1 til 2 beð á ári og byrjuðum náttúrulega í garðinum sem bara beint fyrir aftan á grasflötinni sjálfri og svo fórum við svona meðfram húsinu, fyrir framan húsið, upp innkeysluna, það var næsta skref og svo fyrir framan skúrin hjá okkur. Og svo erum við núna komin í land sem hérna við hliðina á okkur fyrir aftan það sem kallast Gúttó og Hafnarfjarðarbær var svo góður að leyfa okkur að fá það land í fóstur af því að
það var í raun og veru ekkert að gerast hérna. Þetta var bara miklu leyti til bara arfi og við sáum svolítið að maðurinn minn var að slá þetta á sumrin. Það kom jú einhver frá bænum, kannski 2 svar á sumrin. En já, þetta var bara, það var ekkert að gerast hérna. Þannig að gaman að geta gefið svona grænum reit nýtt líf í raun og veru. Hænurnar í garðinum eru 3. Það er bæði gefa og gleðja og þær bera nöfn mafjósa. Já, það má segja það. Þær heita, eða fengu svona mafjósaleg nöfn og stelpan okkar, hún valdi sér strax stóru svörtu hænuna og skírði hana Rósu Perlu og svo þessi hvíta, hún fékk nafnið Henrietta í höfuðið á ömmu hans Anthony og svo á ég þessa gulbrúnu og hún heitir Bandita af því að hún er alltaf að reyna að komast út og hefur nokkur sinnum sloppið. Þið fáið egg? Við fáum egg, já, yfirleitt 2 á dag. Stundum, það svona, já, stundum bara 1, stundum 3, yfirleitt 2. Það alveg nóg fyrir okkur, meira en nóg. Það meira að segja jólatré í garðinum. Ljósin víða í garðinum lýsa upp og skapa skemmtilega og notalega stemningu. Yeah. So we were when we bought the house, there was this really large old Sitka spruce that was had been planted about a little over 80 years ago, but it had always been hidden away by this very ugly building that they tore down. So when that was brought down, this tree was kind of revealed to the town. But no one had ever done anything with the space, and so I, you know, being the crazy guy I am, I said, you know what? That's a beautiful Christmas tree. Let's put lights on it. And yeah, I just did it, and it brought a lot of joy to the town and to the community. And we had a like a Christmas lighting, you know, ceremony where some of my friends played music, and there was about 300-400 people that came from not just Hafnarfjörður but all the surrounding communities, and so now I have to do this every year now. So I've kind of gotten stuck, but next year will be even bigger and better. So yeah. Þetta Hrauntunga 14 í Hafnarfirði. Hérna hafa hjónin Guðrún Ólafsdóttir og Guðmundur Vigfússon mótað garðinn enda búið hérna nokkuð lengi, svo að segja í jaðri hraunsins. Þetta unas reitur og auðséð að þau Guðrún og Guðmundur una sér vel í þessum litskrúðuga sælureit. Garðurinn gefandi, segir Guðrún, og hérna sérti sólar meira að segja allan daginn. Við erum búin að vera hérna í 19 ár, á 20. sko. Þannig að svona garðurinn, þið eru þá búin að móta garðinn eftir ykkar höfði? Já, eiginlega mestu sko. Svona, já, má segja það. En þið eru hérna bara í jaðri hraunsins? Já, við erum það. Mjög rólegt og gott og bara yndislegt, stutt í allt. En það sem að einkennir svolítið garðinn að hérna mikið af blómum? Já, maður svolítið svag fyrir því að hafa litina í kringum sig svolítið. Hvernig hugsarðu þetta sem sagt, að fá þá blóm sem að eru að springa út á mismunandi ástímum? Já, það er best þau sem eru allt sumarið en það svolítið svoleiðis tímabundið sko. Tekur hvað við af öðru reyndar. Það mjög gott. Og svo sáum við svolítið sumarblómum með svona. Já. En þetta svolítið stór garður. Þetta mikil vinna? Finnst það nægilega ekki. Guðmundur náttúrulega sér algjörlega sláttinn og svona allt það erfiða. Ef það eitthvað erfitt þá erum við svo heppin að vera hraustbæði og skiptum sem bara svona á milli okkur. Hvað gefur þetta manni að eiga svona fallegan garð? Heilmikið. Bæði gleður okkur og marga aðra sem vinnir koma mikið og börnin okkar og barnabörnin og það allir glaðir bara með þetta. Mér líður hvergi betur sko og ég vil helst að við bæði fara sem allra minnst í burtu. En ertu þá að svona nánast á hverjum degi eða tekur karnir? Nei, ég þarf það ekki sko. Kannski eitthvað smottir í bara, kannski
Nei, ekki á hverjum degi, maður þarf ekkert að gera, bara njóta, sitja og njóta. Sitja og njóta, já þá er nú pallurinn aldrei skóður. Já, hann kemur sér vel, bæði þessu og svona við með annan fyrir framann sem að bara sólin allan daginn alveg frá eiginlega 9 til 9 sko. Það má segja það, við höfum alltaf eitthvað staðar sólarstað ef hún annan borð er. Þannig að þetta er dýrðarstaður. Já, það er það. Mjög erfitt að rífa sig upp og fara. Já, það getur verið erfitt að rífa sig upp frá garðinum. Eins og fyrr segir er þetta verðlauna garður. Allstaðar er búið að nostra við hvert smáatriði, sjáu til dæmis líkan að íbúðarhúsinu sem Guðmundur gerði og hvílir á gömlum trjástofni. Og á pallinum er meira að segja lítið hús fyrir unga fólkið og garðyrkju áhugin er hreinlega ættgengur. Það kannski má segja í mínu, eða okkar tilviki. Ég er alin upp í rosafallegum hraungarði hérna rétt hjá Hellisgerði. Það var nú algjör dýrðarstaður sko. Svo eru synir mínir líka byrjaðir svolítið að hafa fínt hjá sér og það var gaman að því. En hvernig er garðurinn hérna á veturna? Ertu þá hérna líka eitthvað að stúsast? Nei, það er nú ekki mikið sko, en það er hægt ofta að sitja hérna úti ef það er góði dagar sko, hérna á pallinu. Það væri alveg, maður tekur nú yfirleitt í burtu húsgögnin og svona. Hvaða ráð gefurðu nú fólki sem er að byrja að byggja upp sinn garð? Bara fara ekki út í mikið í einu eða fyrst og vera duglegt að tína arfan, alltaf, áður en að sáu sér. Seinni part sumarsins, alls ekki leifunum að sá sér. Það hefur reynst mér best af öllu. Þetta er mjög lítið hér illgresi. Og þá þarf maður ekkert eitur? Nei, það er ekkert eitur. Ekkert eitur. Hvað hefur þetta gefið ykkur að eiga svona fallegan garð? Þetta ekki bara, mann líður bara rosalega vel í einhvern veginn á sálinni að vera hérna og njóta blómanna og dúlla sér bara, gera ekki neitt. Þú veist, maður kannski vablast bara á milli. Og þið fáið væntanlega mikið af heimsóknum? Já, það er út að segja það. Og það er mjög gaman og gefandi. Mjög skemmtilegt. Kemur mikið af fólki hingað. Við erum góð stað í bænum. Allir fara margir hérna framhjá og það er mjög mikið komið við. Og ég vildi ekki missa það. Þetta er húsið við Heiðarvang 18 í Hafnarfirði. Garðurinn geymir í fjölbreytt úrval plantna og rósa og hérna er sláttuvél algjörlega óþörf. Pallar og hellulögð svæði sjá til þess. Hérna er tjörn með vatnaliljum og garðskáli. Hvert sem litið er fjölbreyttin mikil og allir staðir eru úthugsaðir og hérna er sem sagt ekkert gras. Ég var að gera svona smá tilraun af því ég vil helst ekki eitra að ég setti fréttablöð undir eða bara undir fréttablaðið og New York Times International og setti moldi yfir og það á að duga til þess að arfinn kom ekki. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvernig það fer. Á öðru leyti þá er alveg yndislegt að vera með svona garð. En að klippa trén svona reglulega, ertu farin að sjá hversu miklu máli það skiptir? Já, gífurleg. Garðurinn hefur gjörbreyst. Bara, og með hverju ára því smátt og smátt sér maður hvaða tré maður á að klippa mikið og hvaða maður á að klippa lítið og líka annað að ef að maður klippir ekki þá verður þetta bara allt í samkrulli og maður tínir trjám og maður tínir blómum og í rauninni maður í fyrra með sig að þetta er 3. árið mitt hérna þá var ég að finna blóm og tré sem ég vissi ekki voru hérna. Þannig að og þetta lítur líka bara allt miklu betur út. En 50 trjátegundir, þekkjur það allar? Nei. Ég myndi nú freka kalla það bara Jó og Sigga og Dísu eða eitthvað svoleiðis. Nei, ég þekki suma en alls ekki alla. Ég þarf að fá mér svona app sem segir hvað það heitir. En þú ert greinilega hérna með þó nokkuð mikið af skriðplöntum líka. Hvers vegna er það? Já, ég vil hafa sem flestar sko og við erum með nokkra tegundur vegna þess að eins og þessa hérna, þá sko það sem skriðplönturnar eru, þar kemur ekki arfi, nema bara einn og einn og það minnkar vinnan. En á sama tíma er skriðplant og skriðplant er ekki það sama. Þú vilt hafa skriðplöntur sem þú getur stjórnað.
ekki þær sem fara svona einhvern veginn út allt. Þannig að þetta gott dæmi og þið bara ef þið sjáu hérna þá alveg fullt af svona lágum plöntu hérna innanum. En þegar maður lappar hérna garðinn þá sér maður að það eru margar rósir og margar tegundir sem eiga eftir að springa út. Hugsar þetta svolítið þannig að þetta sé svona breytilegt nánast frá mánuð til mánaðar? Já, alltaf eitthvað að blómstra. Það aðalatriðið. Þannig að þegar eitt hættir þá tekur næsta við. Rósirnar verða, ef þú kæmir hérna 2 vikur þá var garðurinn ennþá fallegri því það eru sko fullt af rósum hérna út allt og allavega litin. Þannig að mér finnst það svona eiginlega fallegasti tíminn svona í lok júlí, byrjun ágúst. Og lyktin, hún breytileg. Pallarnir eru stórir, hérna hægt að halda gott partí, en förum næst bak við hús og hérna blasir við allt önnur veröld. Húsið bara með gólfhita og vatnið fer úr húsinu í pottinn, úr pottunum í tjörnina. Og þar af leiðandi tjörnin alltaf með volgt vatn. Og hvað þýðir það á veturnar? Það þýðir það að þar eru fuglarnir mjög oft að synda og að baða sig og það alveg yndislegt að horfa á það. Og líka kettirnir, þeir koma líka og það eitt sem ég hef tekið eftir sem mjög gaman að bæði kettirnir og fuglarnir þegar þeir eru að drekka þá fara þeir í tjörnina þar sem vatnið kemur út. Þeir eru ekki þar sem vatnið hreinast og tjörninni eru liljur, vatnaliljur og þær eru springa út, þær eru núna að byrja að springa en þær eru bara fallegar þegar það sól. En vatnaliljur eru nú ekkert svo algeng sjón hérna á Íslandi eða hvað? Nei, ég vissi ekkert þær fyrir ég kom hér og svo vildi ég fá fleiri og ég leitaði út allt og eini staðurinn sem ég fann svo endanum var í Borg í Hveragerði. Og þar eru með eitt svona dall með fullt af vatnaliljum í. En svo eftir með hérna innan sé ég eplatré nokkur. Já, við erum með nokkur eplatré og þau hafa aldrei blómstrað eins mikið eins og þau gerði núna. En á sama tíma þær ekki í blóma núna því það búið. En ég mjög spennt að vita hvort það komi fleiri epli núna enn í fyrra. En það kom alveg dálítið mikið eplum í fyrra, sko. Það alveg fínt, sko. Hvað gefur þetta þér að eiga þennan sælureit? Það gefur ýmislegt. Fyrsta lagi bara að fara út og vinna í garðinum. Það bara yndislegt. Og líka bara að fara út og lesa. Eins og ég segi oft, sko, húsið mitt helmingi stærra á sumrin heldur en á veturnar út af því að húsið frekar lítið þannig séð en það verður helmingi stærra því við notum pallinn svo opbóðslega mikið. Förum oft í pottinn. Ég nota litla garðhúsið alveg mjög mikið af því ég eiginlega ekki með það beint sem gróðurhús. Jú, það eru vínber og blackberries og kryddjurtir í því en svo 3 stólar, við erum 3 systurnar, 1 fyrir hverja og við sitjum oft þarna inni og meira að segja á veturnar. Þá sitjum ég þarna oft inni út af því að þetta bara lengi vetur, mann finnst maður vera og sita þarna inni snjórun úti eða bara helli dempandi rigning úti og heyra rigninguna. Þetta gefur mann alveg svaka mikið, lengi sumarið. Höldum í Hellisgerði, helsta skrúðgarð Hafnfirðinga. Bæjarstjórinn þekkir bæinn sinn vel og hún segir að garðarnir í Hafnarfirði séu margir fallegir. Bæjarbúar eru með græna fingur, segir hún. Það sko rétt. Hérna eru náttúrulega bara frábærir garðar af ýmsum tegundum, gamlir og nýir. Þið eru eflaust búin að rekast á það að þeir eru með ýmsu móti. Við leggjum mjög mikið upp úr í Hafnfirðingar held ég almennt að hafa fallegt í kringum okkur og við hjá bænum erum mikið að hvetja til þess að fólk hafi fallegt í kringum sig og svoleiðis. Og okkur þykir ákaflega vænt og gaman að sjá hvað Hafnfirðingar upp til hópa hugsa vel lóðurnar sínar og garðana og við erum ákaflega stolt og ánægð með það. Bærinn, hann hefur breyst mikið á undanförnum árum ef við tökum umhverfið.
Já, við höfum lagt mjög mikla áherslu og erum að leggja mikla áherslu á fegrun og hreinsun og á umhverfið allt. Við vitum að það hefur svo mikil áhrif á fólk að hafa fallegt í kringum sig og þá þurfum við hjá bænum að vera gott fordæmi og við erum svo heppið með það að hér eru svo fallegar og margar gamla lóðir þar sem að fólk er að hlúa að og rækta og vill virkilega hafa fallegt í kringum sig, þannig að þetta hjálpast allt að. Þetta hefur svo mikil áhrif á sjálfsmyndina líka, að bærinn sé vel snyrtur og fegraður og það er bara, maður er allt sumari hérna bara út á örkinni að athuga hvort það sé nú ekki allt undir kontról í þeim efnum því að það er bara mikill metnaður og það er svo gaman að sjá einmitt sko, það eru náttúrulega svo margir gamli garðar hérna í bænum sem eru byggðir eins og hér í Helliskerði, svona í gömlu hrauni og í kringum hraunið, gamla grjóthleðslur sem að fólk er að halda upp á og þetta eru svona einstaka lóðir eins og við í þessum gömlu hverfum sérstaklega, þar sem að er svo hafnvirt, hraunið er látið njóta sín og trén og plönturnar og það er svo gaman að þessu. Og þess vegna tókum við upp núna fyrir nokkrum árum aftur að veita fegruna viðurkenningar hjá bænum. Við viljum hvetja með því fólk til þess að bæði í sérbýlum sem á fjölbýlishúsum og atvinnufyrirtæki líka, hvetja fólk til og það hefur áhrif að við séum að fara á milli og velja fallega lóðir og garða og þannig náum við markmið okkar að hafa þetta einstaklega fallegan og velsnyrtan og fagran bæ. Hafnarfjarðarbær styrkti gerð þessa þáttar.